Fallega fólk nær og fjær, föstudagsþátturinn heilsar á sínum venjulega tíma og við hefjum þáttinn með því að við skyggnum svona yfir fréttir vikunnar, hvað var títt í þeim. Og til minni eru komin þau Birgir Guðmundsson og Gígja Hólmgeirsdóttir til þess að fara svona yfir málin. Verið velkomin. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða okkur. Já, takk fyrir að koma. Þetta er sem með önnur boð, það er meira gaman þegar fólk þiggur boðið. Já, það er miklu skemmtilegra. En hvað segir þið? Komið þið labbandi? Skildi bílinn eftir heima? Nei, ég gerði það nú reyndar ekki, sko. Nei. Það er svo langt. Það er svo langt, já, ég segi það sama. Já. En maður svitnar pínu þegar maður ræsir. Já, jú, þú veist. Ég kom hérna keyrandi, er á metanbíl. Ég ætla nú bara að taka fram svona til þess að bara... Já, ég er á metanbíl. Já, ég er nú reyndar á hybrid. Telst það ekki með það? Ég sé eftir að hafa spurt. Þú semst á bensínbíl. Dísil, allra besta, sko. En sko málið er líka að ég er með barn á brjósti, þannig að ég þarf bara að bruna heim hérna eftir þáttinn og byrja á mínu mömmustúsi, þannig að ég hef alveg fullt af plúsum í kladdan. Já, klálega. En það ertu mikið minni núna, eldri en þegar ég sá þig síðast hérna. Já, þakka þér fyrir að taka eftir því. Já, ég er bara ég fer minkandi. Já, akkurat. Það er svona það sem gerist þegar maður eignast barnið. Já, það er þannig, það virkar þannig. Og gengur vel? Það gengur bara prýðilega. Þú virðist þokkalega sofin? Já, ég sef ágætlega og þetta er bara skínandi. Ég var semst eignast barn. Já, ég gerði, Þú lagðir saman 2 og 2? Ég lagði saman 2 og 2, sko. En hvað segir þið gott fólk? Hvað finnst ykkur nú helst í fréttum annað en þetta bilaða olíuverð og þess sem er náttúrulega eru afleiðingar? Stríðsins, sko. Ég held að það sé stríðið nú eitthvað sem að yfirskyggir greinilega, held ég, flest annað, sko. Þetta er náttúrulega það sem er eðlilegt. Og þegar þetta er komið svona nánast upp að bæjardyrunum hjá manni, sko, þetta er svo nálægt að þegar þetta er komið. Þannig að maður sem sé er svona, sko, hugsuð yfir þessu á hverjum einasta degi, sko, þetta sem sé truflar og svo sko, líka bara þetta hvað stríði er hræðilegt, sko, þó að maður er oft, sko, sagt þetta og hugsað þetta stríði sé hræðilegt, en það var ekki Sverrir Stormsker sem sagði, sko, stríðið er í öðrum löndum. Já. Sko, það verður ekki hér, en þegar þetta er komið svona á líka þegar bara heimurinn minnkar, sko. Heimurinn er nefnilega svo lítill. Þannig að þetta er rosalegt, sko. Já, og bara sjá alla þessa mannlegu hörmung sem á sér þarna stað, það hefur verið að sprengja upp heilbrigðisstofnanir, spítala. Já. Það hefur verið að sprengja, sko, það hefur verið að flytja óléttar konur á börum út úr bara, þú veist, þetta er svo hræðilegt og auðvitað, þú veist, foreldrahjarta núna er maður kannski ekstra alveg með alla tauga enda að opna en bara hugsa sér að vera orðin nýbaka foreldri með unga barn á flótta, þú veist, þetta er bara nógu erfitt er það bara hérna í örygginu og Akureyri eitthvað að vera, þú veist, að vaka á nóttunni og eitthvað svona en þetta er bara svo hræðilegt. Ég á ekki orð bara yfir þetta. Þetta er að þróast sýnist mér einhvern veginn, sko, þannig að eins og svo mörg stríð gera, sko, að þegar menn eru í stríði, sko, ég meina eitt af því sem er svona kannski sterkasta vopn Úkraínumanna í þessu stríði, sko, er einmitt þessi móral, sko, baráttuviljinn og sem sé samstæðan, sko. Já. Og ég held að það sé ekki síst, sko, það sem að rússneskir herforingjar, sko, ég rekna nú með að það séu þeir sem stýrið þessum, sko, taktísku árásum og öllu því, eru að berjast gegn, þeir eru að reyna að sprengja í burtu og eyðileggja baráttuviljan með því að fara, sko, í þessi mjúku skotmörk og láta það algjörlega og sko, finna til tefasins, sko. Og í þeirri vona það sem sé lini. Og þetta er náttúrulega sama sem hefur gerst í stríðum, sko, aftur og ég meina, og byrjaði sem við kölluðu, sko, strategic bombing í seinni heimsstyrjöldinni, sko, og kláruðum hana náttúrulega, sko. Og þessi svona aðferð sem að Rússar hafa notað víðar, þetta er að tala að þetta er það sama í Sýrlandi og svo heyrir maður þessar biluðu fréttir líka að sko rússnesku hermennirnir vissu varla að þeir væru að fara í þetta stríð einhvern veginn þarna og voru eiginlega bara margir heilaþveiknir á hvernig móttekurnar yrðu. Þeir væru þarna að frelsa Úkraínumenn en svo bara tekur á móti þeim bara baráttu viljinn
sem að, já, allavega það fréttaflutningurinn sem við fáum sko, hann er Já. þannig og sömuleiðis virðist eins og Rússar séu búin að viðurkenna að þeir séu að drafta inn hermenn sem eru ekki raunverulega með hernaðarþjálfun heldur bara fengu bara herfæðingu sko. Já. Já, ég finna að þetta hefur gengið og verið minn erfiðara greinilega heldur en þeir reiknuðu með sko. Ég Algjörlega. las í morgun að það er búið að opna einhverja síðu hér á Íslandi þar sem að fólk getur skráð inn fólk sem er húsnæði Já, einmitt. sem það hefur handbært til þess að flóttafólk geti komið og þá dvalist í þeim. Já, það er Taka á móti. ótrúlega magnað og það er bara frábært að sjá hvað í rauninni við erum að taka opnum örmum á móti flóttafólki sem að er bara það sem maður þarf að gera núna og maður getur skráð þarna alls konar. Það eru íbúðir að það ekki og maður getur skráð Íbúðir hitt og þetta. sumarhús eða jafnvel þú veist ef þú vilt taka fólk hérna heimtíðin eða bara herbyrgi sko. En það eru gríðarlega mörg flug frá Póllandi í gegnum Wizz Air til dæmis sem að koma bara hinga beint sko. Þannig að flóttaleiðin er nokkuð greið og ég skilst að flugfélag hafi gefið sko einhver 1000 miða sko. En þá ríður náttúrulega líka á að innviðirnir hér sko séu í góðu lagi og það er heilsugæslan og svo eru þessi húsnæðismál sem eru bara sko þau voru ekki í góðu lagi fyrir. Ég meina það er húsnæðisverðið sko í heiminn háum hæðum sko og húsnæðisskortur og leiguverð og allt mögulegt sko. Og að fá svo inn sko 2000 manns eða jafnvel meira til viðbútar sko inn í þetta, það er bara meira háttar vandamál sko. Og svo er allt hitt sko, allt hitt líka sko með að þetta er náttúrulega barnafólk sko mikið, konur og börn og það þarf að taka á móti börnunum og það þarf að hjálpa þeim og það þarf með skóla og annað slíkt. Og ég held að sko að það sé kannski mjög mikilvægt að menn séu ekki að hugsa þetta sem eitthvað svona sko bráðabirgða. Því þú veist að svona einhverja fjöldahjálparstöðar í einhverja daga sko, en það þarf að leysa þetta til lengri tíma og það þarf einhvern veginn að koma ungviðin í skóla og leyfa því að halda áfram að læra og hafa sem eðlilegast líf sko. Og þetta kallar á alveg gríðarlegan undirbúning og fjárútlát sko. Algjörlega, en maður sér eins og í fréttum í vikunni þá sá maður að sama fólki og er búið að vera í fréttum stanslaust með að skipuleggja COVID. Það var sama fólki frá heilsugæslunni og líka sá sem að sá farsóttarhótelið. Þannig þau bara komin í nýtt jobb og þau eru alveg tilbúin og maður bara treystir. Úthald í þessu fólki er alveg úthald. Hann sagðist einmitt, hann er nýkomin að hlaupa skónum og bara beint í það aftur. Þannig að það er bara... Já, ég sagði hann við konuna mína sko, maður hefði nú haldið, hann skuldaði nokkra dagi í frí sko. Já, eins og Þórólfur og Víðir sem eru hægt út á tenni, eins og allir. Þetta er alveg með ólíkindum. Og þá þarf að sko hugsa að við erum komin svolítið að flótta vandamál á styr með það sem við höfum haft sko. Þetta er miklu stærra og við þurfum aðeins að sko spýta í lófana með að undirbúa því að það hefur verið alls kyns brotalamir í því að flóttafólk geti aðlagast almennilega hér sko. Líklega að annarri og miklu ánægilegri rimmu sem að er hér nær okkur. K.A. er komið í úrslit. Sá það í gær, í bikarnum. Já. Á móti Val. Já, þetta er spennandi. Ég er svolítið rámur í dag eftir að hafa sungið í gær, en ég hef aldrei ævina mist röddina eins hraustlega eins og hér árið þegar að úrslitarinn maður gekk, hvað var það, 90? Það var 90? 97, 8 eitthvað, ekki? Það? Er það ekki? Nei, fyrir. Allavega, erum við að tala um gullöldina þá? Nú er ég svo léleg í þessu. Þeir eru bikarmeistarar, unnu Val held ég í Valsheimilinu. Já, Ég minna að það verið aðeins seinna aldur. En við getum allavega að fara að taka til að fara á Skjálfur House. Það er mjög spennandi. Ég ætla að skjóta hvenær sameinast K.A. og Þór? Óvinsæl skoður en bara af hverju ekki? Ég er utanbæjar. Spurning hvort að það sé ekki fullreynt. Ég er ungmennafélaginn Smárin, ég tek ekki afstöðu. Nú er ég bara á hliðarlínunni eins og á leiknum og bara peppa fólk. Bara brosa. Nei, áfram K.A. og bara þetta er frábært. Svo eru alls konar náttúrulega öðruvísi slægir í uppsiglingu hérna sko. Það er náttúrulega sveitastjórnarkosningar að koma. Það eru að koma listar núna. Það er verið að birta lista Framsóknarflokkurinn alltaf birta heldur í dag og þeir hafa nú verið að birta hérna, bæði Samfylkingin og Vinstri grænir. Þetta er svona smá komið ljós. En maður veit ekki hvað þeir gera hérna hjá listanum og
Og það virðist nú samt vera sko eins og það sé ekki alveg jafn mikil spenningur sko fyrir því að fara í framboð hér á Akureyri eins og til dæmis í Reykjavík eða við á Suðvesturhorninu þar sem að maður sé sko að það er alls konar fólk að dúkka upp sko. Já, já. Hér eru hins vegar sko, ég held að til dæmis hjá Framsókn hafi bara verið fjögur framboð í 4 efstu sætinu og þeir munu tilkynna það eða eru að tilkynna í þessum töluðu orðum þegar þessi þáttur er sýndur sko. Bara svona ræða sér þægilega bara svona. Ha, já. En ég get nú ekki látið hjá líða samt sko, síðastir ég var hérna, það var heldur fyrir kosninga, þá vorum við að tala um það sko, þetta eru náttúrulega mikla kosningafréttir sem verða hér akkurat í þessum sófa sko. Já, já. Þá held ég hún hafi sagt það, hún Katrín Andrésdóttir sem satt hérna með mér sko, þið heyrðu það fyrst hér að það verður endurtalið í þessum kosningum. Já. Það voru þingkosningarnar og það var mjög samfærandi hjá henni sko vegna þess að svo jú, ok, kannski, en svo var svo sannlega endurtalið. Já. Eins og frægt var. Og endurtalið, en ég vil bara fá okkur aftur til þess að ræða þegar við fáum betur ljós að sjá hverjir eru á öllum þessum listum og ræða það þegar nær dregur. Hjartans þakkir fyrir komuna í sófann. Takk. Takk fyrir okkur. Við sjáumst á Vörmuspori.